Guðrún, svaka, þetta bara hörkuleikur hérna í kvöld. Hverju þakkar sigurinn? Herru, bara liðsheldinni sem kom tilbaka í 4. leikluta. Þetta er 3. leikurinn ykkar við Grindavík í vetur. Fyrri 2 voru nokkuð einhliða bara, en þetta er ekki allt annað Grindavíkurlið? Þetta er allt annað Grindavíkurlið og þær eru bara með hörkulið og eru að sýna það inn á vellinum. Ég meina í jöfnuleik við Val og svo jöfnuleik núna við okkur og þær eru bara að sýna að þær vilja halda sér í deildinni og eru bara með hörkulið. Þannig að þetta voru miklar sveiflur. Annar leiklitin fór illa með ykkur svona fram í 3. en þá gerðu þú einhverjar breytingar? Í rauninni bara... Þegar þið sneri taflunni aftur við í 3. Já, í rauninni bara hættum við að vera með þessa 3 stiga sýningu og hitt ekki neitt í það að sækja inn í teginn og þá fór boltinn að ganga betur og við fengum auðveldari færi. En eins og ég segi, þá vorum við með afleita 3 stiga nýtingu og bara það fór ekkert onni hjá okkur. Nei, ekkert svo sem frekar en Grindavík, það var bara svona mikill baráttu leikur. Já, mjög mikill Sigurinn baráttu leikur. Kannski dotti bara hvoru megin sem var, eða hvað? Já, klárlega báðu megin. Þetta voru mjög jafnar loka mínútur en við fáum góða 3 stiga körfu í lokin frá kanunum okkar sem kannski lét okkur trúa því að við værum með þetta. Og hvað með framhaldið? Hvernig líst þér á svona baráttunum framöndan? Baráttunum framöndan, þetta er ótrúlega jöfn deild og það sýnir sig bara að allir geti unnið alla og maður þarf bara að vera einbeittur í hverjum einasta leik, það er ekkert hægt að slaka á. Og ykkar markmið? Við ætlum að komast í úrslitakeppnina, það er okkar markmið. Byrja á því og sjá svo til eða? Já, byrjum á því. Flott, takk. Takk.